Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Hann númer 1617 í röðinni og haldinn hér í Ráðhúsinu miðvikudaginn 11. júní 2025 og hefst núna klukkan 14. Á dagskrá fundarins 11 mál og þau þessi: 1. Frumvarp breytingar á lögum veiðigjald. 2. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. 3. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 316. 4. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3236. 5. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 420. 6. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 321. 7. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3237. 8. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 421. 9. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3238. 10. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 322. Og 11. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 317. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið sem frumvarp breytingar á lögum veiðigjald. Íris Róbertsdóttir gjörðu svo. Forseti. Mikið hefur verið í gangi undanfarið í samfélaginu og mikil umræða vegna frumvarps hækkun veiðigjalda. Og hefur það verið frá því að frumvarpið kom fram, en frumvarpið nú í meðförum atvinnuveganefndar á milli 1. og 2. umræðu í þinginu. Við sem erum í stjórn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga höfum verið í mikilli vinnu og fundartörn í tengslum við umsagnir við frumvarpið, og því við sem erum í stjórninu og alveg eins og Vestmannaeyjabær höfum skilað bæði inn í samráðsgátt og nú inn til nefndarinnar, og hafa verið teknir fundir í tengslu við vinnu stjórnarsamtakana með 2 fundir með fjármálaráðherra, 3 fundir með atvinnuvegaráðherra, og ég hitti forsætisráðherra í síðustu viku. Það var haldinn fundur með öllum þingmönnum 16. maí, þar sem öllum þingmönnum var boðið, og mættu það bil 25 þingmenn á þann fund, þar sem samtökin fóru yfir drögin að umsögn sinni og óskuðu eftir þessu samtali og betri greiningagögnum, og það náttúrulega það sem hefur verið mesta gagnrýnin. En atvinnuveganefnd heldur á málinu eins og áður sagði núna og að kalla til sín gesti og fara yfir þeirra umsagnir, og við Vestmannaeyjabær skilaði náttúrulega inn umsögn þar sem hún tók undir umsögn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga sem var náttúrulega unnin fyrir öll 26 sveitarfélögin, og þetta einhvern veginn allt á sömu bókina, og við komum alltaf að þeirri niðurstöðu að staðan einfaldlega þannig að það vantar mikið upp á tilbúning og undirbúning málsins. Staðan þannig að áhrifasvæði frumvarpsins nánast bara á Norðausturlandi og á Suðurlandi, og það svona mestu áhrifin af nýju gjaldi hér í Vestmannaeyjum, en það verður að segjast eins og að þetta mjög skakkt gagnvart höfuðborgin versus landsbyggðina. Það engin áhrif á nýju frumvarpi í Kraganum og 500 milljónir í Reykjavík. Á meðan hér í Suðurkjördæmi þetta svona 2,7 milljarðar og 3,5 í norðaustur, sem ofan á það sem fyrir greitt, og þetta vel yfir 6 milljarðar í báðum þessum kjördæmum. Þannig auðvitað hefur þetta áhrif, og það svolítið skrítið þegar við erum í þessari umræðu einhvern veginn þessu auðlindagjöld, að það eins og höfuðborgarsvæði sé einhvern veginn alltaf undanskilið. Og þau auðlindagjöld sem núna innheimt falla nánast eingöngu til á landsbyggðinni og sér í lagi þessum 2 kjördæmum sem ég nefndi áðan. En það sérstakt að horfa til þess að það fleiri auðlindir á þessu landi.
og að því að við erum nú sveitarfélag á köldu svæði, þá erum við líka að borga auknar álögur í því að hafa ekki aðgang að jarðhita eða að hafa ekki hitaveitu inn í hús. Hér þurfum við að treysta á rafmagnið og það er bara töluvert dýrara heldur en að vinna með hitaveituna eða svoleiðis. En það er samt sem áður þannig að Orkuveita Reykjavíkur er ágætt dæmi. Orkuveita Reykjavíkur nýtir auðlindir landsins en borgar ekki krónu í auðlindagjöld. Reykvíkingar borga ekki auðlindagjöld af þeirri auðlind sem þeir hafa aðgang að í gegnum heitt vatn. Og þetta er það sem við höfum bent á líka í þessari umræðu, að það tíðkast til dæmis í Noregi að vatnsaflsvirkjanir greiða auðlindaskatt til ríkisins. Og þetta er auðvitað mjög sérstakt, þetta fyrirkomulag sem við erum með hér, og Orkuveitan hún hefur verið að greiða á 2 milljarða til eiganda sinna undanfarin 4-5 ár. Og þetta er alveg umhugsunarefni að það skuli vera gengið svona hart fram vegna þess að gjöldin skiptast svo misjafnt. Þau skiptast mjög sérstaklega á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis og því hefur við lagt upp með það að það skipti ofboðslegu máli að greina áhrifin af gjaldtökunni. Og það hefur verið gagnrýni samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, það hefur verið gagnrýni Vestmannaeyjabæjar að þegar á að fara í svona breytingu að þú verður að minnsta kosti að vita hvernig hún kemur niður og hvaða áhrif hún hefur á sveitarfélagið, hvaða áhrif hún hefur á afleidd störf í sveitarfélögum sem eru sjávarútvegssveitarfélög og þessar upplýsingar eru alls ekki til staðar og allar greiningar og öll gögn eru svona það sem maður myndi segja að það væri nú ekki eins og best verður á kosið þegar á að fara í ákveðna kerfisbreytingu eða leiðréttingu, ég bara get ekki notað þetta orð, þegar á að gera breytingar á þessum, við köllum þetta skatt, það er nú rifist það, en þetta er að minnsta kosti auknar álögur á þessi fyrirtæki og þar af leiðandi á þessi sveitarfélög og á þessi samfélög og við vitum auðvitað ekki hvað áhrif þetta hefur og það er það sem við gagnrýnum mjög mikið og ég held að það sé mikilvægt að bæjarstjórn sýni það að hún taki undir umsögn sveitarfélagsins þessi áhrif, þetta er svona cirka 1,5 milljarður hér í sveitarfélaginu og það er auðvitað, þú eyðir ekki sömu krónunum tvisvar. Þannig ég held að það sé mikilvægt að við tökum góða umræðu þetta og segjum okkar skoðun að henni lokinni. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég svofellda stutta innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri fór yfir umsögn Vestmannaeyjabæjar frumvarpið og vinnu samtaka sjávarútvegssveitarfélaga og fundi og greiningar á vegum samtakana. Orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar hefur verið mikið í umræðunni frá því að það kom fram og það er ekki ástæðulausu. Í umræðu framtíðarsýn sveitarfélaga má ekki líta fram hjá þeim áhrifum sem fyrirhuguð lagasetning hækkun veiðigjalda getur haft, sérstaklega á sjávarútvegssveitarfélög eins og Vestmannaeyjar. Það er augljóst að aukin skattheimta í formi veiðigjalda og kolefnisgjalda mun takmarka getu sjávarútvegsfyrirtækjanna til að fjárfesta í nýjum tækifærum og tækni, ráða til sín fólk og þróa starfsemi sína. Við í sveitarstjórnum sjávarútvegssveitarfélaga höfum skyldu til að tala skýrt og sameinast að verja framtíð þeirra byggða sem halda utan mikilvæg verðmæti og nýtingu þeirra fyrir þjóðarbúið. Því miður hefur ríkisstjórnin haldið fram ótrúlegum fullyrðingum að engin áhrif verða af þessu frumvarpi á landsbyggðinni, sem sýnir óvönduð vinnubrögð við smíði þess. Slík vinnubrögð vekja áhyggjur vegna þess að áhrifin gæti orðið djúpstæð fyrir samfélög þar sem sjávarútvegur hefur verið burðarstoð atvinnulífsins. Sjávarútvegurinn skapar mikil verðmæti vegna samþættingar veiða, vinnslu og sölu. Það er órofin virðiskeðja. Þetta samspil hefur leitt til þess að verðmæt störf hafa orðið til í sveitarfélaginu okkar, sem annars hefðu ekki orðið til, þar sem samkeppnisaðilar okkar eru með ríkisstyrktar fiskvinnslur víða Evrópu og þar með samkeppnisforskot. Varðandi tekjur Vestmannaeyjabæjar
má nefna að árið 2024, sem var loðnuleysisár, komu rúmlega 30% af öllum útsvarstekjum bæjarins frá starfsfólki í sjávarútvegsfyrirtækjunum. Eflaust erum við komin vel yfir 40% útsvarstekna bæjarsjóðs ef við teljum þjónustufyrirtæki með. Fresta þarf frumvarpi hækkun veiðigjalds þar til áhrifin liggja fyrir, tryggja samráð við sveitarfélög og, ef til kemur, innleiða breytingar í áföngum til að tryggja byggðafestu og atvinnulíf á landsbyggðinni. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Njáll Ragnarsson, kjörstjórn. Forseti, hér til umræðu þessi veiðigjaldamál og afstaða sveitarfélagsins til þess, og ég mjög ánægður með hvernig umræðan hefur verið inn í bæjarráði, og líka vil ég lýsa ánægju minni með það hvernig samtök sjávarútvegssveitarfélaga hafa farið með þetta mál. Vegna þess að ef maður rýnir í þær umsagnir sem hafa komið frá þeim samtökum og þær bókanir sem hafa komið fram í fundargerðum þeirra, að þá held ég að þar sé að finna mjög varfærnislega nálgun á einmitt mat á þeim áhrifum sem að þetta gæti haft. Og það er mjög varlega orðað að þetta getur haft áhrif og það er mögulegt að þetta leiði til þetta og svo framvegis. Þannig að það er engin sleggjudómar, og ég held að það sé mjög gott í þessar umræðu. Að sveitarfélögin, þau eiga, og við sem hér erum, við eigum að hugsa okkar samfélag, íbúarnir sem hér búa, fyrirtæki sem hér starfa, og svo hvaða áhrif þetta hefur á tekjur sveitarsjóðs. Og það er alveg ljóst í mínum huga að í þessu frumvarpi og í ferli þess inn á þingi og hvernig það er kynnt og svo framvegis, að þá svíður manni svolítið að þegar það á að tvöfalda skattheimtu af einni ákveðinni atvinnugrein, að þá liggi ekki fyrir ítarlegri greiningar á því hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa á sveitarfélögin. Og það er líka svolítið, það svíður líka svolítið að þegar að sveitarfélögin gagnrýna þetta sem hefur verið hér rætt, skort á samráði við sveitarfélögin, samtalinu við þau og svo framvegis, að þá er hlaupið eins og umræðan fer oftar en ekki í sjávarútveg, að þá er hlaupið ofan í einhverju skotgrafir og sagt, þið eru þá bara talsmenn sægreifanna og auðvaldsins og allt þetta rugl. Þannig að ég ítreka það bara, við sem hér erum að hugsa hag íbúa hér í samfélaginu og sveitarfélagi sem við erum í forsvari fyrir, og við hljótum bara að gera kröfu það að ríkisstjórn, Alþingi komi í þessa vegferð með okkur, greini þetta með okkur. Ég bara fullyri það að samtök sjávarútvegssveitarfélaga eru búin að leggja fram betri og ítarlegri greiningar heldur en ríkisstjórnin hefur lagt fram í þessu máli hvaða áhrif þetta hefur á sveitarfélögin. Og ég bara vil nota tækifæri og þakka bæjarstjóra sem er í stjórn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, þar formaður stjórnar ef mér skjátlast ekki, fyrir þá vinnu sem að þau hafa lagt í til þess að meta þessi áhrif. Þannig að við hljótum að fara fram á það að það verði komið til okkar, komið til sveitarfélagana og þetta verði unnið betur og í meira samráði við þau sveitarfélög sem að eiga allt sitt undir sjávarútvegi eins og við hér í Vestmannaeyjum. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langaði aðeins að bæta við að ég hef farið fyrir atvinnuveganefnd fyrir hönd samtaka sjávarútvegssveitarfélaga með Sigfúsi sveitarstjóra í Skagafirði, en ég hef ekki ennþá búin að fá boð fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar þrátt fyrir að við höfum óskað eftir því, og það hlýtur bara að fara að koma. Ég ítrekaði óskina í dag að við vildum fá að fylgja eftir, af því þegar ég fór í fyrraskipti þá var ég ekki að tala Vestmannaeyjar heldur heildina, en ég held að það sé bara mikilvægt og mér langaði aðeins að koma og taka undir það sem kom fram í máli bæði bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar og hjá bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni, að við vitum sem hér búum hver er grunnurinn í okkar starfsemi
og við vitum hve mikil áhrif loðnuleysi hefur á þetta sveitarfélag. Við vitum hvað áhrif að breytingar í sjávarútvegi hafa á okkar sveitarfélag. Og við vitum það líka að örugglega varlega áætlað 40% að koma úr sjávarútvegi og greinum tengdum því. Og ég ekki að fara að standa hér og segja að það verði ekki sjávarútvegur, en hvert prósent og hvað þá 5% sem fer niður í útsvarstekjum af þessu og bara uppbygging og fjárfesting í þessu sveitarfélagi hefur bara gríðarlega mikil áhrif. Og það kannski það sem við höfum gagnrýnt mest, að sveitarfélögin hafa verið talin þriðji aðili. Og þess vegna ber ríkinu ekki að horfa til 129. grein sveitarstjórnarlaga, þar sem þeir skylda að meta fjárhagsleg áhrif allra frumvarpa á sveitarfélögin, og okkur sagt við séum þriðji aðili. Og ef þú vilt fara í hártónu með lögin, þá getur þú gert það þannig. En við erum samt svo aðili sem lendir í áhrifum sem erfitt að taka tilbaka þegar þau eru orðin. Og ég held að það sé bara, þetta sé algjörlega réttu tótt sem hefur verið slegin hérna í bæjarstjórn. Sko, það ekki ósanngjarnt krafa að málin séu unnið vel, það ekki ósanngjarnt krafa að ef að fara með þetta í gegn þetta verið tekið í þrepum og metið. Það bara alls ekki ósanngjarnt, líka vegna þess að þetta lendir svo gríðarlega misjafna. Alltaf verið að tala almenning í landinu, þetta lendir bara rosalega misjafnt á almenning í landinu. Og mér finnst loðnuvinnslan rosalega gott dæmi. Þeir sem eru fyrir austan hjá loðnuvinnslunni, þeir peningar sem fara í veiðigjöld aukalega hjá loðnuvinnslunni, þeir fara þó ekki í samfélagið. Sjávarútvegsfyrirtækin eru allavegana. Og við sem treystum á sjávarútveg og viljum vera með blómlegt bæjarfélag sem við erum svo sannarlega með, að það ekki auðvelt fyrir þessa bæjarstjórn að fara inn í gerð fjárhagsáætlanar með þessa óvissu upp í lofti og enga greiningar á bakvið hvað áhrif þetta getur haft á tekjur sveitarfélagsins. Við erum með náttúrulegar breytur eins og loðinu inn í okkar áætlun sem við þurfum alltaf að taka tillit til. En það svolítið mikið í lagt þegar við þurfum líka að fara að reyna að finna út úr því hvaða áhrif lagasetningar ríkisins hafa á fjármál sveitarfélaga með þessum afgerandi hætti sem þetta geti gert. Takk fyrir þetta. Með leyfi varaforseta vildi ég taka undir það sem framkom hjá bæjarfulltrúa Njáli Ragnarsssyni og sömuleiðis að einhverju marki hjá Eyþóri Harðarsyni líka. Ég vildi lýsa ánægju minni með það hvernig bæjarráð hefur haldið á málinu, sömuleiðis samtök sjávarútvegssveitarfélaga undir forystu Írisar Róbertsdóttur, bæjarstjóra. Þetta hefur verið gert af hófsemd og yfirvegun og gríðarlega vel rökstutt og á allan hátt til fyrirmyndar, upprópanalaust og af mikilli ábyrgð. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs í þessu máli og þá les ég hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn tekur undir umsögn og bókun bæjarráðs frá 27. maí síðastliðnum og gerir athugasemdir við þann stutta tíma sem gefinn til samráðs og samtals við sveitarfélögin og þau áhrif sem frumvarpið, verði það samþykkt, mun hafa á rekstur og starfsemi sjávarútvegssveitarfélaga. Ekki liggur fyrir mat frá stjórnvöldum á fjárhagslegum og samfélagslegum áhrifum sem frumvarpið mun leiða af sér, en líklegt að breytingin skerði samkeppnisstöðu sjávarútvegsfyrirtækja í eyjum. Þetta gæti haft verulega áhrif á atvinnulíf og fjárfestingu í bænum og auk þess valdi skerðingu á tekjustofnum sveitarfélagsins sem veikir stöðu þess. Bæjarstjórn skorar á ríkisstjórn og Alþingi að endurskoða tillögur sínar hækkun veiðigjalda og byggja á vandaðri greiningu á raunverulegum áhrifum á sveitarfélögin. Slíkar breytingar þarf að vinna í samráði við sveitarfélög og atvinnulíf og taka í þrepum. Þá tekið fyrir annað mál á dagskrá. Kosningi ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt 1. tölulið A-liðar 42. greinar samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar kýs bæjarstjórn 3 aðalfulltrúa og jafn marga til vara í bæjarráð ár hvert. Fyrirliggur tillaga óbreytt bæjarráð, svohljóðandi, aðalfulltrúar Njáll Ragnarsson formaður, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir varaformaður, Eyþór Harðarson.
Varafulltrúar Helga Jóhanna Harðardóttir, Páll Magnússon og Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það hafa ekki borist fleiri tillögur en orðið er laust þessa tillögu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áheyrendur. Kannski frekar í rauninni að ræða liðin en tillöguna sjálfa. Það er nú auðvitað ekki mjög algengt að bæjarfulltrúar komi hingað upp í pontu til að ræða þennan lið eitthvað sérstaklega. En við kjör í bæjarráð þá gafst mér tilefni til að huga aðeins að lýðræðinu. En við vitum eins og í bæjarráði þá sitja 3 kjörnir fulltrúar, 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. En auk þess situr alla fundi sem starfsmaður bæjarstjóri sem auðvitað einnig kjörinn fulltrúi meirihluta þrátt fyrir að hann hafi sjálfsögð ekki atkvæðisrétt á fundum. Í öðrum fagráðum sitja 5 kjörnir fulltrúar, 3 frá meirihluta og 2 frá minnihluta. Það hefur verið mín tilfinning undanfarið að málaþungi bæjarráðs hafi aukist. Oft að koma fyrir fundir með 15 til 17 málum á dagskrá á meðan að mér hefur þótt málafjöldi annarra ráða jafnvel vera að dragast saman. Ég tók því mig til eina kvöldstund í vikunni og gerði tölfræðilega greiningu á málafjölda ráða innan stjórnsýslu sveitarfélagsins og verða viðurkenna að niðurstöðurnar voru nokkuð sláandi. Þar kom í ljós að ef borin saman fjöldi funda og fjöldi mála sem ráð sveitarfélagsins tóku fyrir árunum 2019, sem fyrsta heila starfandi ár þessa meirihluta, og 2024 sem síðasta ár, koma áhugaverðar staðreyndir í ljós. Og til að útskýra aðferðafræðina þá fór ég bara yfir allar fundagerðir hvers ráðs það ár, taldi málafjölda hvers fundar og fékk út meðaltal. Og þessi gögn muni svo senda á alla bæjarfulltrúa í kjölfarið á þessari umræðu til glöggvunar. En við þessa skoðun kom í ljós að það hefur orðið 22 til 34% fækkun mála sem að meðaltali tekin fyrir á hverjum fundi, fræðslu, fjölskyldu og tómstunda, umhverfis og skipulags og framkvæmd og hafnaráðs. Á sama tíma og fundum ráðana hefur einnig farið talsvert fækkandi. Þannig hefur til dæmis fundum fjölskyldu og tómstundaráðs fækkað frá árunum 2019 til 2024 úr 18 í 11 og fjöldi mála fækkað úr 5,3 í 3,5 mál eða 34% á tímabilinu. Þó skal tekið fram að innan fjölskyldu og tómstundaráðs hefur umdæmisráð tekið yfir afgreiðslu barnaverndarmála sem var að jafnaði 1-2 mál á fundi sem skýrir að einhver leyti fækkun mála í því ráði. Innan umhverfis- og skipulagsráðs þar sem fundum fækkað úr 21 í 18, málum fækkað meðaltali úr rúmlega 10 í tæplega 7 eða 33%. Þar hafa afgreiðslu fundagerðir bygging á skipulagsfulltrúa verið lagða fyrir í stað afgreiðslu ráðsins sem skýrir að einhver leyti einnig fækkun mála í því ráði. En gegnum gangandi var fækkun mála sem voru að meðaltali tekin fyrir. Þannig var 24% fækkun mála í fræðsluráði og 22% í framkvæmd og hafnaráði á sama tíma og meðaltals málafjöldi bæjarráðsfunda óx 51%. En með bæði fækkun funda og færri málafjölda á hverjum fundi hefur heildar málafjöldi ráðana fækkað umtalsvert, á meðan að málafjöldi bæjarráðs hefur aukist þrátt fyrir færri fundi, en þeir fóru úr 27 í 20 á tímabilinu. Þannig hefur heildarfjöldi mála ef borin saman 2019 og 2024 farið frá því að vera yfir 450 mál samtals fyrir þessi 4 ráð að undanskildu bæjarráði árið 2019 í að vera yfir 250 mál árið 2024. Á sama tíma hefur málafjöldi bæjarráðs farið vaxandi 190 mál í tæplega 210. Líkt og ég sagði í upphafi þá sitja í bæjarráði færri kjörnir fulltrúar en í almennum ráðum og því ljóst að færri aðilar koma ákvörðunartökum stjórn sveitarfélagsins og því ákveðin skerðing á lýðræði. Aukning í málafjölda bæjarráðs skýrir þó ekki alfarið þá miklu fækkun sem hefur orðið í málafjölda annarra ráða og því umhugsunar efni hvað skýrir þessa breytingu og hvar fjöldi ákvarðana eru teknar. Í ljósi vaxandi íbúafjölda, háu framkvæmdastigi og síauknum kröfum af hálfu ríkisins við stjórn og umsýslu sveitarfélagsins eru umsvif stjórnsýslunar síst minni en árið 2019 og eflaust talsvert meiri. Ég ekki að segja með þessu að þetta sé með einbeittum vilja gert. Eflaust eru margir samverkandi þættir sem hafa stuðlað að þessari neikvæðri þróun. En ég vil því beina því til æðstu embættismanna sveitarfélagsins og meirihluta bæjarstjórnar að fara í talsverða naflaskoðun á þessum málum. Eru mál innan bæjarráðs sem eiga jafnvel heima á öðrum vettvangi en annarra ráða?
eru mál ekki að koma fyrir ráð og nefndir sem ætti að eiga þar erindi. En auðvitað má ég heldur ekki afsala kjörnum fulltrúum sjálfum ábyrgðinni þó hún liggi auðvitað mest hjá formanni ráð og sviðstjóra og auðvitað bæjarstjóra sem ábyrgur fyrir rekstri sveitafélagsins, en þá það líka hlutskipti okkar almennu ráðsmanna að kalla eftir málum á dagskrá og óska eftir umræðum. Það hef ég sjálf gert í mínu ráði og mun halda áfram að gera og vil hvetja aðra kjörna fulltrúa til. Með leyfi forseta, þá vil ég fá að lesa upp eftirfarandi bókum frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Hún er svo hljóðandi. Á síðustu 5 árum hefur orðið raunveruleg skerðing á lýðræði við stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Merkið þess sjást svart á hvítu ef borin saman fjöldi funda og fjöldi mála sem ráð sveitafélagsins taka fyrir. Á árunum 2019 og 2024 var milli 22% og 34% fækkun mála sem að meðaltali tekin fyrir á hverjum fundi fræðslu, fjölskyldu og tómstunda, umhverfis og skipulags og framkvæmd og hafnarás. Á sama tíma á fundum ráðana hefur einnig farið fækkandi. Þannig hefur heildarfjöldi mála þessara ráða farið verulega fækkandi ef borin eru saman árið 2019 og 2024 eða úr 450 málum í 250 mál. Í ljósi vaxandi íbúafjölda, hás framkvæmdastigs og vaxandi krafa af hálfu ríkisins við stjórn og umsýslu sveitafélagsins eru umsvif stjórnsýslunnar síst minni í dag en árið 2019. Á sama tímabili hefur málafjöldi bæjarráðs farið vaxandi. Í bæjarráði sitja færri kjörnir fulltrúar en í almennum ráði sveitafélagsins og því ljóst að færri aðilar koma að ákvörðunartöku stjórn sveitafélagsins. Aukning málafjölda bæjarráðs skýrir þó ekki alfarið þá miklu fækkun sem orðið hefur á málafjölda annarra ráða og því umhugsunarvert hvað skýrir þessa breytingu og hvar fjöldi ákvarðana eru teknar. Þessi staðreynd ætti að vera æðstu embættismenn sveitafélagsins og meirihluta bæjarstjórnar alvarlegt umhugsunarefni og viljum við hvetja meirihluta bæjarstjórnar til að spyrna föstum fótum við þessari varhugaverðu og andlýðræðislegri þróun og vinna gegn samþjöppun valds á fárra hendur. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir. Forseti. Já, hvað skal segja? Mér langar fyrst að benda á það að þó það sitji fleiri kjörnir fulltrúar í ráðum, þá eru langflestir kjörnir fulltrúar í beinu lýðræði sem sitja í bæjarráði. Það er ekkert ráð á vegum Vestmannaeyjabæjar sem bæjarbúar hafa valið fleiri fulltrúa í heldur en bæjarráð. Það eru 3 fulltrúar sem eru allir bæjarfulltrúar, en það er ekkert ráð á vegum Vestmannaeyjabæjar með svo margum bæjarfulltrúum sem eru kosnir í beinu lýðræði. En það eru nokkur punktar sem ég langar að staldra við. Mér langar að benda bæjarfulltrúum á það hefði verið gott ef hún hefði tekið árið 2021 frekar vegna þess að árið 2020 breyttu við bæjarmálasamþykkt og tókum inn fullnaðar afgreiðslur fyrir æðstu embættismenn sem hefur áhrif á fækkun mála. Mér langar líka að benda bæjarfulltrúunum á það að það kom hérna fram, ég held ég hafi tekið rétt eftir 5, eitthvað mál niður í 3, eitthvað, en að meðaltali voru 1 til 2 mál sem tengdust barnavernd. Svo starffræði sem ég lærði, þá er þetta nánast á pari, varðandi málafjöldan inn í fjölskyldu- og tómstundaráði. En það er alveg ljóst að málafjöldin þar, sérstaklega í því ráði, er mjög lítill og það væri náttúrulega líka ofboðslega gott ef að þeir lýðræðislega kjörnu fulltrúar sem siti í þessum ráðum myndu þá kannski sjá sér fært að mæta á fundi. Það kæmi að minnsta kosti varamaður fyrir þá inn á fundina að því að þýðir ekki bara að tala að halda fundi ef að fólk mætir þá ekki á fundina. Mér finnst bara mjög hart að þetta skuli koma hérna inn með þessum hætti eins og það sé verið að reyna að taka völdin af kjörnum fulltrúum. En við ég ætla að fara fram á við forseta, ég ætla að óska eftir fundarhlé. Við ætlum að fá að fara hans yfir þetta. Það verður orðið við óskinni fundarhlé og umræðum málið haldið áfram að loknu fundarhlé.
er framhaldið. Gísli Stefánsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Gjarnan fá að bera með sakir hérna eftir orð bæjarstjórans hér áðan. Það er nú þannig að þegar þessi fundur sem hér ræðir, sem að ég er sakaður að hafa ekki mætt á, sem fór fram 12. maí síðastliðinn og þar sem var farið yfir mál í öldrunarþjónustu og yfir vinnuskólamálin, þá var alveg ljóst að samkvæmt tölvupóstsamskiptum mínum við bæði varamenn mína og við þá sem að sérstaklega gegnir formennsku í ráðinu, að ég óskaði eftir því að varamenn kæmi inn á meðan ég tæki fund á þingi, sæti á þinginu þennan dag þegar ég kom inn sem varamaður. Hvorugur varamanna minna gat séð sér fært að mæta og þá leitaði ég til formann ráðsins og óskaði eftir því að fundinum yrði frestað, sem hann varð ekki við. Og þetta væri náttúrulega á hreinu ef að fólk myndi kynna sér þetta áður en það fer að saka mann að mæta ekki á fundi. Það er alveg á hreinu og þetta er ekki í lagi. Ég ætla til viðbóta við þetta að benda á það að mér þykir mjög eðlilegt að við tökum umræðu það þegar að málum fækkar þetta. Ég skil það vel að stundum erum við í ráðunum og sérstaklega þegar kemur að trúnaðarmálunum í mínu ráði, að það sé mjög eðlilegt að það þurfi ekki að vera að ræða hluti og taka ákvarðanir hluti sem að nú þegar til fordæmi og ráðið er kannski trekk í trekk að samþykja einhver aðstoð við fólk sem við teljum eðlilegt. Þá er bara fullkomlega eðlilegt að veita starfsfólkinu sem er að veita okkur þá þjónustu að segja okkur til trekk í trekk hvernig við að haga þessum málum og þau vita best og þekkja best inn á. Það er bara fullkomlega eðlilegt að þau fái bara vald til þess að sinna þessu. En ég legg áherslu á það og ég ætla að hrósa bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir að taka þetta saman, vegna þess að ég var sjálfur farin að hafa áhyggjur að þessu. Ég hafði hins vegar ekki gefið mig tíma til þess að kynna mér þetta og mér finnst bara gott að hér komi umræða þetta. Það þarf bara að ræða þessa hluti. Hér sá ég ekki nokkurn máta, þó að ég læsi það út úr orðum bæjarstjóra hér áðan, að þetta væri einhver árás frá minnihlutanum. Það er það ekki. Það er bara mjög eðlilegt að eiga lýðlega þessar umræður þessa hluti. Og ég legg áherslu á það að ég óskaði eftir fundafrestun. Svo gerist það á þessum fundi að með mjög skömmum fyrirvara þá er hinn ráðsmaður Sjálfstæðisflokksins sér ekki fært að mæta á fundin vegna vandamála sem kom upp í vinnunni í honum. Bara átti ekki heimagengt. Og hvað gerist þá? Fundinum er ekki frestað. Honum er haldið áfram. Ég þekki ekki hvers vegna var ákveðið að gera það. Ég játa það. En það finnst mér samt varhugavert. Auðvitað eru ráðsmenn meirihlutans allir mættir. Og fundinum má fara fram. En mér þætti það alveg vert að spurja sig hvers vegna fundinum var ekki frestað. Því við höfðum löglegar afsakanir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú bara líka að fá að bera mig sakir. Ég nefndi bara ekki neitt bæjarfulltrúa, þetta á bara við mun fleiri. Horfðir í augunum? Ég horfði. Forseti, er ég með orðið? Þú ert með orðið. Bæjarfulltrúar hafi hægt sig sem ekki hafa orðið. Mér finnst algjörlega óbóðlegt að þurfa að sitja undir því að viðkomandi bæjarfulltrúar læsi þá mínum orðum að þetta væri árás minnihlutans. Ég sagði það ekki neitt. Ég sagði með þetta skrítið. Það eru samt sem áður þannig að þetta á ekki bara við. Ef ég hefði verið að beina orðum mínum til ákveðins bæjarfulltrúa þá hefði ég bara nefnt hann. Og ég gerði það ekki. Bæjarfulltrúinn sjálfur kom hér fram með töluvert miklum asa hér upp. Og mér þykir bara mjög leiðilegt. Ég var ekki að segja að fólk væri viljandi að skrópa á fundum. En þegar var verið að tala það að það vantaði lýðræðislega umræðu og það vantaði fundi, það vantaði fólk, þá benti ég bara á það vegna þess að ég skoðaði líka síðustu fundagerðir og þar sér maður þetta.
maður skoðar hvaða mál eru og hverju eru á fundum. Og þetta á ekki bara við viðkomandi bæjarfulltrúa sem greinlega tók þetta mjög nærri sér. Og mér þykir það leitt að því þessu var ekki meint persónulega gegn þér. En þessi umræða var opnuð hér áðan og það eitt að segja sig gott að taka umræðina en má bara ræða sumt í henni. Ekki allt. Þannig mér finnst leiðilegt að viðkomandi bæjarfulltrúi hafið tekið þetta svona nærri sér og orðið reiður sem hann var hér í pontu að því ég held að það sé ekki gott fyrir neitt. En þessu var ekki beint við viðkomandi bæjarfulltrúa. Ég hefði bara nefnt hann á nafn ef það hefði verið ætlun mín. Takk fyrir þetta. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, fórsti, ég viðurkenni það að mér var heitt í hamsi og mér það ennþá. Og þetta það rétt og ég ætla bara að biðjast afsökunar að hafa æst mig hérna í pontu. Hins vegar vil ég benda á það að það rangt hjá bæjarstjóra okkar ágæta bæjarstjóra að það sé þannig að þessi ákveðin mál í mínum huga sem ég ekki ræða og önnur sem ég ræða. Þú sagði það hérna rétt á það. Sumir hluti má ræða og sumir ekki. Það var ekki það sem ég var að gefa í skyn. Ég var hins vegar að segja það að það skiptir mig máli að það sé á hreinu að þegar ég mæti ekki á fund eins og gerist í þessu tilfelli. Ég gat lesið það með auðvitað úr orðum bæjarstjóra hérna áðan að þegar að hér var verið að setja út á það að menn mætti ekki á fund. Ég hafði löglega afsakanir fyrir því og við þetta var ekki ráðið og ég legg áherslu á það aftur og ég sagði það og þetta við tekið umræðu þetta í ráðinu að ef að þannig stendur á og ég myndi vilja hafa það þannig líka ef að það ætti við meirihlutann. Ef að staðan væri þannig að einn fulltrúi í ráðinu kæmist ekki og hvorugur varamaður geta leyst hana að þá yrði fundinu frestað sér að lagi þegar ekki voru aðkallandi mál að ræða eins og var á þessu fundi að ræða þá og þegar. Takk fyrir þetta. Íris Róbersdóttir, gjörðu. Forseti, ég ætla nú bara aftur að byrja með sakir. Ég sagði í þessu máli, ég alls ekki haldaði fram að bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson sé að segja það með ekki ræða sumt og ekki annað. Alls ekki. Og ég bara vona það að þessi misskilningur á orðum mínum hérna trekk í trekk hætti núna. Ég var ekki að meina það. Það kom hérna fram að það væri gott að taka lýðræðislega umræðu, þá tökum við bara allt. Bara ekki gott að það komi hérna fram, þó að orðunum hafi ekki verið beint í þín. Ég lít stundum á Eyþór, ég lít stundum á Njál, að staðan bara þannig, þá ekki bara gott að það komi þá fram skýringar. Fólk út í bæ ekki með þessar skýringar. Var bara ekki gott að fá þetta tækifæri. Það var bara gott að við ræðum þetta. Allt, ekki bara sumt. Allt í þessu máli. Þannig að bara að svo það sé sagt, og ég bara hef aldrei nokkuð tíman hallað orðinu að bæjarfulltrúa Gísla Stefánssoni og ég ætla bara ekkert að fara að byrja á því núna, sko. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti. Það nú fókið í flest skjól þegar ég farin að hvetja til stillingar. Einhvern tímann hefði það þótt sæta tíðindum. Ég held að þetta sé að mörgu leyti ágætis umræða og það gott að velta þessu upp hvernig þessum málum hvernig málaþungin í ráðunum að breytast og þróast. Og við vitum það að þegar að farsældarlögin voru samþykkt á sín tíma að þá minnkaði töluvert umfang barnaverndarmála til dæmis inn í fjölskyldu- og tómstundaráði. Og við vitum það líka að það breytingar sem voru gerðar á bæjarmála samþykkt á sín tíma að þær fólu starfsmönnum bæjarins að fullnaðarafgreiða mál sem að öðrum kosti hefðu komið inn í umhverfis- og skipulagsráð og verið þar til umræðu og afgreiðslu. Og ég held að sé bara gott að við fjöllum aðeins það hvernig bara breytingar að verða í stjórnkerfinu. En það sem að ég hnaut við í ræðu bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar Sigurðardóttur og sem síðan fært til bókar þá frá minnihlutanum í bæjarstjórn að mér finnst svona hughrifin að minnstakosti af því að lesa þessa bókun og hlusta á ræðu bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar Sigurðardóttur eru þau þegar hún segir, ég held ég sé að vitna hér orðrétt í orð bæjarfulltrúans, þannig að ég óska leyfi forseta
Aukning málafjölda bæjarráðs skýri ekki alfarið þá miklu fækkun sem orðið hefur á málafjölda annarra ráða. Og nú vil ég ekki fara að gera neinum upp skoðanir eða hugmyndir eða neitt svoleiðis, það nóg komið að því í dag. En hughrifin sem ég fæ þá að með þessu svona verið að ýja að því að minnsta kosti að bæjarráð sé einhvern veginn farið að taka sér mál sem að öðru leyti, að öðrum kosti myndi heyra undir önnur ráð. Og þá kannski úr fjölskyldu- og tómstundaráði eða umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að ég skil ekki alveg almennilega hvað þarna verið að hvað bæjarfulltrúinn á þarna við. Að þetta skýri ekki alfarið það að það fækkar málafjöldum á öðrum ráðum. Vegna þess að það hefur ekki verið nein áform það eða neitt gert að því leyti til þess að stuðla að því að bæjarráð sé að yfirtaka málaflokka annarra ráða. Það allavega eitthvað sem að hefur að minnsta kosti ekki verið stefnan og að mér vitandi bara ekki verið gert. En mér langar að ljúka máli mínu hér forseti með því að lesa upp bókun fyrir hönd okkar í meirihlutanum með leyfi forseta. Meirihluti vísa því á bug að þær breytingar sem gerða voru á samþykktum sveitarfélagsins árið 2020 hafi falið í sér skerðingu á lýðræði við stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar eins og minnihlutin heldur fram í bókun sinni, enda samþykktu allir bæjarfulltrúar samhljóða þessar breytingar á sínum tíma. Með þeim breytingum hefur starfsmönnum sveitarfélagsins verið falin fullnaðarafgreiðsla mála sem heyra meðal annars undir umhverfis- og skipulagsráð og fjölskyldu- og tómstundaráð. Á tímabilinu voru til viðbótar innleidd farsældar lög sem drógu verulega úr málafjölda fjölskyldu- og tómstundaráðs. Svo viljum við benda minnihlutunum á það að það ráð sem með sterkast umboð frá íbúum í Vestmannaeyjum bæjarráð þar sem allir fulltrúar eru kjörnir bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Þetta hefur greinilega komið við einhvern streng þessi umræða sem að ég bara ætlaði, eins og ég kom fram hér með í ræðu minni áðan, ekki til neinna illinda og ekki að gera ráð fyrir neina meinfýsni eða tilætlun á að þessi þróun sé svona. Það líkt og ég kom inn á í fyrir ræðu minni, þá hefur það verið tilfinning mín að þungi málafjölda bæjarráðs hafi aukist og það reyndist rétt. Varðandi það að ýja að því að bæjarráð sé meðvitað að taka yfir einhverju málaflokki. Ég ekkert viss að sé að gera það meðvitað. Mín upplifun í gegnum bara síðustu undanfarin ráð þegar ég hef verið að ræða fjárhagsleg mál við gagnvart þeim ákvörðunum sem við erum að taka innan okkar ráðs, að þá viðkvæðið gjarnan slíkt hjá formanni að fjárhagsleg mál séu ekki umhyggju eða áhyggjuefni ráðsmanna þessa fagráðs. Og þennan tón heyri ég frá öðrum kjörnum fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að það sé í sífellu verið að fjarlægja ákvörðunartöku innan ráða við fjárhagslegar ákvarðanir eða við að það sé ekki á ábyrgð ráðsmanna að hugsa peninga. Og það bara mjög skrítið að því að nánast allt sem að við fjöllum tengist að einhver leyti meðferð fjármuna. Og ef að þetta viðkvæðið að ráðsmenn ráða eigi ekki að fjalla fjármuni, þá það ekkert óeðlilegt að fjöldi mála innan bæjarráðs sé að aukast. Ef að hinn hefðbundnu fagráð ekki að koma neitt nálægt fjárhagslegum ákvörðunum. Og ég tek bara máli mínu til stuðnings, bara mjög nýlegt mál sem við munum fjalla síðar á þessum fundi, sem til dæmis útboð á líkamsræktarsal. Það mál sem hefur verið á borði fjölskyldu- og tómstundaráðs og nú síðast janúar 2021 að þá var það fjölskyldu- og tómstundaráðs sem fór yfir verðtilboð og samþykkti þann samning. Þannig að það ekkert óeðlilegt að maður skoði þennan málafjölda, reki aðeins málin og skoði, erum við mögulega með einhverja hugsanaskekkju, erum við með einhverja mögulega kerfislega
villu sem við þurfum bara sjálf aðeins að vinda ofan af. Og það er ekkert óeðlilegt að við förum aðeins í smá endurskoðun og til þess erum við hér. Sérstaklega við sem fulltrúar minnihluta í aðhaldi og endurskoðun og ég taldi það bara mjög að þessu framlagi mínu til þessa yrði fagnandi tekið. En hvað sem því líður að þá ætla ég að fá með leyfi forseta að fá að leggja fram stuttabókun. Hún svohljóðandi: þrátt fyrir þessar stjórnsýslubreytingar skýrir það ekki að fækkun heildarmálafjölda 200 mál. Fundum allra ráða hefur fækkað og meðaltals málafjöldi allra ráða að færri að undanskildu bæjarráði þar sem málum hefur fjölgað að meðaltali. Það afar eðlilegt að kjörnir fulltrúar skoði þessar upplýsingar með gagnrýnum hætti og tryggi að ekki sé vegið að lýðræði eða eðlilegum stjórnsýsluháttum og undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að þakka fyrir að fá þá þessar upplýsingar. Það hefði náttúrulega verið gott ef við hefðum átt að geta tekið málefnalega umræðu og við hefðum kannski geta fengið að undirbúa okkur undir þetta samtal, að gögnin hefur þá borist fyrir því þetta eru gögn sem við höfum ekki tíma til að fara í gegnum og lesa. En mér langar að benda á að því að vera í á því að bæjarráð væri að taka að sér mál og það væri fleiri mál að meðaltali, minni að 6 kom eitthvað upp í 10 kom eitthvað. En mér langar að benda bæjarfulltrúa Hildi Sólveig Sigurðardóttur á þessu tímabili kom eitt stykki COVID og það kom risa vatnsleiðslumál. Ef þú myndir taka þessi mál, bara til dæmis COVID út úr bæjarráði, þá hugsa ég að það sé ekki mjög eðlilegt að málum hafi fjölgað. Ég veit að 2020 var COVID en við erum til dæmis með vatnsleiðsluna 23 og 24. En mér finnst bara fínt, við eigum endilega bara pæli í þessu, en mér langar líka því bæjarfulltrúi benti á fjármálin, að þá talað að í 28. grein bæjarmálasamþykktar sem byggir náttúrulega sveitarstjórnarlögum, þá fer bæjarráð með stjórnsýslu bæjarfélagsins og fjármálastjórn þess, það alveg skýrt. Þannig að ég bara veit ekki til þess að bæjarráð hafi verið að taka þessi mál sem eiga ekki þar heima. En það sjálfsagt alltaf að ræða það, en mér finnst erfitt fyrir bæjarfulltrúa minnihlutans að fullyrða það að þetta sé ekki málið 22%, þetta 3,5 og 4,5 mál, þetta 1 mál. Þetta svolítið svona glæfralega að fara í tölfræðina verandi starffræðikennari, það myndi ekki fá mikið aðferðafræðinni fyrir þetta, en það verður bara gott að fara í gegnum þetta og líka kannski skoða hin árin. Að það eru fleiri ára á milli. Þannig það bara gaman að sjá hvernig þessi þróun hefur verið. En ég veit bara ekki betur en að þrátt fyrir þennan málaþunga í bæjarráði árinu 2024 að þá hafi bara vinnan gengið vel. Og ég vona bara að þeir fulltrúar sem eru í bæjarráði þoli þetta vinnuálag. Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur beðið orðið aftur, hefur þegar talað tvisvar í málinu en ég gef leyfi fyrir stutta athugasemd. Þakka forseti, ég ætla bara að fá að svara því það var verið að tala við hefum átt að skoða önnur ár. Ég valdi einmitt að skoða árið 2019 þar sem það í rauninni fyrsta og eina heila árið áður en einmitt að COVID skellur á. Bæjarstjóri taldi það að við ættum að skoða til dæmis 2021 en þá einmitt bæði 2020 og 2021 einmitt mikill þungi innan bæjarráðs gagnvart þar satt ég meðal annars að hluta til sjálf og man að það var mikill þungi þannig að mér fannst það ekki vera svona eðlilegt ár að skoða í samanburði. Mér fannst þessi 2 ár kannski vera hentug til, ég var bara að taka 2019 og svo annars vegar 2024. Þetta eru 2 ólík ár sem var verið að skoða og það að tína til að þetta hafi verið bara einhver 2 ár. Við erum að tala þó svo málum hafa meðaltali fækkað bara 1-2 mál, þá hefur samt fundunum fækkað 7. Þannig að heildarfækkunin gríðarlega mikil. Að ef að málafjöldin minnkar segjum bara 2 og fundinni fækka 14, fundinni fækka 7, þá eru þetta 14 mál. Þannig að þetta bara eðlilegt að skoða þetta og eins og ég segi, þetta eru bara held ég áhugaverðar tölur svo ekki sem meira sagt að skoða. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa
Jú, hvað sér hljóðs, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta er svona ágætis umræða og ég bara vil þakka bæjarfulltrúa Hildi fyrir þessa samantekt. Þetta er töluverð vinna að renna í gegnum svona og væri í rauninni bara ágætis ábending til þess að taka þetta bara í rauninni árlega saman og eiga svona samantekt og sjá hvernig þróun verður í rekstri bæjarfélagsins og svona hvað varðar nefndir og ráð. Og þegar ég hef verið að fara yfir svona fundagerðir í aðdraganda bæjarstjórnarfunda þá hefur mér alveg fundist ótrúlega lítið af málum koma til dæmis eins og inn í fjölskyldu- og tómstundaráð og hef spurt mig bara hvort að þetta sé í rauninni komið tími til að ræða það hvort að þurfi að vera með 5 manna ráð til að hlusta á eina kynningu í mánuði og borga mönnum full nefndarlaun fyrir. Þannig að þetta er auðvitað bara umræða sem er sjálfsagt að taka og ég held að bara þessi samantekt hjá Hildi veki bara upp spurningar, enga fullyrðingar, þó að meirihlutinn hafi brugðist dálítið harkalega við þessum fabuleringum og upplýsingum. En ég þakka samt meirihlutanum fyrir góða umræðu, en þetta er einhver áfellisdómar í bókun okkar í minnihlutanum. Ég vil hrósa Gísla Stefánsinni einnig fyrir skýra framsögu vegna fjarveru sinnar á fundi. Það má alveg hækka róminn hérna í pontu og maður á ekkert að þurfa að koma hérna afsaka það þó að það verði heitt í hamsi aðeins til að verja mál sitt, en þú gerði það vel. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst bara mjög ánægilegt að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson hafi rætt það hérna varðandi fjölskyldu- og tómstundaráð. Ég get bara upplýst það að við í meirihlutanum og við rættum það nú bara á framkvæmdastjórafundi í morgun að þetta sé bara mál sem þurfi að skoða eftir breytingun á farsældarlögunum. Það er líka bara eðlilegt að bæði fræðsluráð og fjölskyldu- og tómstundaráð séu eitt. Öll stjórnsýslan undir því, þetta er allt orðið saman og þetta er eina tillögun sem búið verið að ræða til dæmis varðandi sparnað. Þannig ég get bara upplýst um það og nú er ég bara rosalega glöð. Það verður engin barátt að koma þessi í gegn eftir þína góðu ræðu, kæra afmælisbarn. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Ég vona að allir bæjarfulltrúar muni hvað þessi dagskrárliður snerist hér í upphafi. Þegar nú verður farið í atkvæðagreiðslu kosningu í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu sem ég las upp hér fyrir all nokkur síðan eru beðnir að gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 3. mál á dagskrá, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 316. Liðir 3.1 til 3.2 liggja fyrir til upplýsingar. Þá er tekið fyrir 4. mál á dagskrá, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3236, liðir 4.1 til 4.15 liggja fyrir til upplýsingar. Þá tökum við fyrir 5. mál á dagskrá, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 420. Þar liggur fyrir liður 5.1 deiliskipulag við Rauðagerði, kynning á tillögu og vinnslustigi sem liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þar með umræður lokið. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta að þessi kynning á tillögu og vinnslustigi fari fram, gjöru svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 5.2 ofanleiti, skipulagsáætlanir, athafnasvæði AT4, tillaga auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Og deiluskipulagi líka, hér hefur orðið
vantar upp á það sem sagt breyting á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Já. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessu, gjöru svo vel og gefið merki. Það er 9 samhljóða atkvæði. Þá tökum við fyrir lið 5.3 í sömu fundargerð sem er ásamar 75-77, tillaga að breyttu deiliskipulagi ásamars 1-75, liggur fyrir til staðfestingar og orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessa breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 4-5-13 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja fundur 321 þar sem liður 6.1 liggur fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. dagskrármálið bæjaráð Vestmannaeyja fundur númer 3237, liður 7.1 liggur fyrir til upplýsinga. Og þá tökum við fyrir 8. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 421, liður 8.1 athafnasvæði AT1 tillaga að breyttu aðalskipulagi vegna heimildar fyrir íbúðum á efri hæðum við Strandveg 89-97 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda breytingu á aðalskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Breytingin er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir liður 8.2 í sömu fundargerð, miðgerði, tillaga að breyttu deiliskipulagi Austurbæjar liggur fyrir til staðfestingar, orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liður 8.7. Samþykkt skilti og auglýsingar í lögsögu Vestmannaeyja sér ákvæði fyrir LED-skilti liggur fyrir til staðfestingar, orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs, við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessa samþykkt umhverfis- og skipulagsráð gjöru svo vel að gefa merki, hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 8.3-8.6 og 8.8-8.10 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 9. mál á dagskrá sem er bæjaráð Vestmannaeyja, fundur númer 3238, liður 9.2, tímabundið samkomulag rekstur heilsuræktar, liggur fyrir til umræðu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, tekur til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir, áheyrendur. Ég ætlaði bara að ræða þetta mál líka kannski aðeins að forvitnast í hvaða farvegi það er í dag. Ég sendi 23. maí fyrirspurn á framkvæmdastjóra sveitarfélagsins gagnvart stöðu þessara máls, þar sem að maður var farin að finna svona aðeins fyrir svona óþreyju og svona hjá einstaklingum sem hafa verið að nýta sér líkamsræktarsalinn inn í íþróttahúsi og við vitum að það er bara mikilvægt að fólk hafi þennan valmöguleika til heilsuræktar og ég eins óskaði eftir skal ég segja það er svona staðfestingu á því að því maður var búin að heyra það út undan sér að það hefði verið einhver svona óvissa varðandi starfsemi Janus og gagnvart aðstöðu hjá Janusi og mér fannst ég samt einhvern veginn ekki almennilega fá nægilega skýr svör gagnvart í að það væri alveg hreint og klárt að Janus myndi hafa sömu eða iðkendur í Janus myndi hafa sömu möguleika á aðstöðu og nýtingu á aðstöðu eins og við fyrri rekstrar aðila. En auðvitað er vont að þetta mál sé í þessum ferli sem það er í dag. Það er samt ekki nýtt af nálinni. Það er náttúrulega í sögulegu samhengi hafa þegar til þessa útboðs að þessum rekstri hefur komið að þá hafa komið kærumál
eða vandamál gagnvart útboði og málin hafa dregist, þannig að það kannski ætti ekki að koma óvart að það endurtaki sig aftur. Þannig að ef til vill hefði þurft að leggja af stað fyrr í þetta mál. Og eins og ég kannski kom inn á áðan að þá hafa samningamál vegna tækjasalar íþróttamiðstöðvarinnar í gegnum tíðina farið í gegnum fjölskyldu- og tómstundaráð eins og ég var að benda á í fyrra máli. Og svona þótti það svona skrítið að það skildi ekki vera staðfest og samþykkt þar líkt og var gert til dæmis 2021. En með leyfi forseta, þá ætla ég að leggja fram hér bókun frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem svo hljóðandi. Undirrituð telja að undirbúningur vegna útboðs á rekstri heilsuræktarinnar hefði þurft að hefjast talsvert fyrr í ljósi framvindunar. En dæmi eru að útboð og rekstur þess að tækjasalar hafi áður valdið kærum og því ætti sú staða sem uppi í dag ekki að koma óvart. Best hefði farið á því ef hlutlaus aðili hefði séð rekstur tækjasalar þar til kærumál væri útkljáð, en enga síður gott að skammtíma samningur hafi náðst við Laugar í þessari erfiðu stöðu, en áhugasamir geta þá nýtt sér þjónustu og ekki þarf að koma til lengra þjónustu rofs. Samningamál vegna tækjasalar íþróttamiðstöðvar hafi gegnum tíðina farið gegnum fjölskyldu- og tómstundaráð síðast í janúar 2021, en ekki bæjarráð líkt og nú gert. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það auðvitað mjög ánægjulegt að þessi salur opnaði í dag og ég veit ekki alveg hvað átt við með hlutlausum aðila, því þetta þessi tæki og allt sem í salnum sem það nýjasta og besta sem boður upp á í dag ekki dregið upp úr hatti fyrir 4 mánaða samning. Það rétt að það hafi verið kærumál áður í kringum þennan sal, en þetta samt ekki sama málið vegna þess að þetta fjárfestingasamningu líka, þetta uppbygging á 800 fermetra húsnæði. Það hefði aldrei farið fyrir fjölskyldu- og tómstundaráð. Samningarnir eru þarna 2 saman og svo var þetta óskað eftir samtali. Það eru einhver samningar sem hafa legið fyrir varðandi framtíðar uppbyggingu við íþróttahúsið. Það var valinn aðili til þess að eiga samtal við. Það samtal var allan tíman í samvinnu við framkvæmdastjóra sviðsins sem hefði alltaf farið með samningin undir kynningarinn í ráði. Þetta ekki það sama. Þetta var boðið út saman, óskað eftir tilboðum í uppbyggingu á 800 fermetrum sem yrði framtíðar heilsuræktarhúsnæði og rekstur á hinu á meðan. Þetta ekki hægt að bera þetta saman við rekstur á heilsurækt í óbreytnu húsnæði. Þannig að ég skil alveg athugasemdina gagnvart því, en þetta bara annað mál. Og það hefði náttúrulega verið gott að fá frá nefndarmanni í bæjarráði ef að máli var illa undirbúið. Það kom ekki fram þegar við vorum að vinna málið. En við getum alltaf lært, það alveg ljóst, en bæjarráð tók samt sem áður ákvörðun að tryggja það að þarna þjónusta og varðandi Janus og annað. Janus á mörgum stöðum á landinu í samvinnu við World Class og Janus mun bara eins og hann gerði við þessa rekstraraðila sem voru með húsið, eða voru með salin, fór sjálfur og átti sjálfur samtal við þá og hann sjálfur mun eiga samtal við World Class og það bara eins og það á að vera. Þannig að það ekkert verið að fara að, við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af því að það verði ekki vel búið af þeim sem eru í Janusarverkefninu og heldur ekki af þeim íbúum sem í Vestmannaeyjum og ég hef nú bara haldið að bæjarstjórn fagnaði því að við varum komin með tæki sem eru, og ég veit það að því að svona líkansrækta fólk sem ég heimsæki nú ekki þessa sali reglulega, sem þekkir þetta, segir að þetta sé flottustu tæki á landinu og það tók 1 dag að koma þeim upp. Og ég held við ættum bara að vera stolt af því að hér verði ekki rof í þjónustu og ekki reyna að búa til rosalega tortigni í kringum það að aðili sem hafi átt tæki á kantinum og upplýsingar voru það í bæjarráði, hann ætti þau, hann kæmi og myndi reka þetta hérna í 4 mánuði. Sko, mér finnst við eigum að fagna því að það var þetta brúið þetta bil. En það bara mín skoðun og ég náttúrulega hef ekkert leyfi til þess að reyna að tróða henni upp á aðra. En ég vil allavega að nota tækifærið og lýsa mikilli ánægju með hversu fljótt World Class kom, byggði hérna upp og bara svona fyrir bæjarfulltrúa að segja, þá hef ég fengið óendanlega mörg skilaboð ánægju með það að World Class skuli hafa tekið þetta. Ég hef ekki fengið mörg skilaboð
og engin núna eftir þessi samningu var gerður það að það hefur verið rosalega gott þetta hefur verið hlutlaus aðili. En ég að heyra það hér í fyrsta skiptið og það eru sjálfsagt einhverju með þá skoðun, en ég held að við höfum gert rétt. Mér finnst þetta skipta miklu máli að geta boðið upp á góða þjónustu, glæný tæki og að það verði ekki lengra þjónustur en þetta. Þannig eigum við ekki bara að fagna því að því miður að þá varð bilið, hvað í dag? 12. Þetta eru 12 dagar, eða 11 dagar. Sem betur fyrir var það ekki lengra. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur, já, kannski það var alveg rétt hjá bæjarstjóra, það var kannski ekki alveg nægilega skýrt í fyrri ræðu að kannski athugasemdir gagnvart hlutleysi aðila, þá er það aðalega því að eins og kom fram í bókunina, það á meðan þetta kæruferli er í gangi, segjum svo auðvitað var samþykkt að ganga til þessara samninga og fara áfram með þetta mál. Málið er í ákveðnum fasa, segjum svona worst case scenario og þetta útboði verði gert ógilt, að þá er náttúrulega með því að vera búin að veita aðilanum þennan rekstur, kannski verið að gefa ákveð forskot sem að aðrir aðilar eru ekki með. En bara eins og ég tek undir orð bæjarstjóra, gríðarlega mikilvægt að það sé aðgangur að þessari þjónustu. Ég get ekki séð annað af myndum að dæma en að þetta sé bara hinn bestu tæki. Ég hefði þó sjálf kosið að tækin væru blá en ekki rauð, líkt og heimaeigin er svo fallega blá. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra en það. Takk. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég vil nú bara byrja á að segja að bara mikið ánægður með það að ekki hafi orðið einhvert þjónusturof í þessum málaflokki og það skiptir bara miklu máli. Langar samt að benda á það sem að af því að þetta mál kom hefur útboðið sjálft og ég sýni því alveg skilning að þarna eigi bæjarráð svo sem að fara með ferðina af því að þarna er náttúrulega verið að huga að framtíð uppbyggingu fyrir fleiri 100 milljónir og það var mjög eðlilegt að það færi gennum bæjarráð en forsaga málsins inn í fjölskyldu tómstundaráði er fyrir fyrsta þá fer ráðum í íþróttamál á vegum bæjarins. Í öðru lagi þá þegar að komu upp hugmyndir snemma á þessu árið í lok síðasta árs uppbyggingu annars staðar á reit íþróttamiðstöðvarinnar að þá komu þær hugmyndir fyrst inn í fjölskyldu tómstundaráð. Einnig þegar að einnig hafa komið fyrir ráðið hugmyndir framtíðarstækkun og breytingar á íþróttamiðstöðinni og þær framtíðarbreytingar og þær teikningar sem eru til og þær hugmyndir sem liggja fyrir þær hafa líka verið lagðar fyrir ráðið náttúrulega til kynningar og það kannski ekki það ég treysti ekki fulltrúum í bæjarráði til þess að sinna þessu máli og ég treysti því náttúrulega svo sannarlega að við séum með góða upplýsingagjöf og áttu ekki vona á öðrun að það kæmi nú inn í ráðið einhvern tímann einhverja frekari upplýsingar stöðu þessara mála. Það hefur ekki komið ennþá neitt bein umræða þennan samning eða hvað þetta raun og veru þýðir. Svona almennt fyrir ráðið þetta hefur maður fylgst með og lesið bara þennan samning og Nei, framtíðar uppbygginguna. 4 manna samningurinn er eðlilega eitthvað sem bara bæjarráð klárar, enda viljum við ekki að tefja það mál. Ég var einmitt að tala það hérna áðan að ég fagnaði því að það væri þjónusturofi hafi verið afstýrt í þessu málaflokki. En ég legg hins vegar áherslu á það að það væri gott að fá svolítið ítarlega úttekt á þessu inn í fjölskyldu- og tómstundaráði svona í það minnsta áður en að svo ákvörðun verið tekin að leggja þar á niður ef að því verður.
Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara ítreka það að það ekki búið að gera neitt samning og það sem var óskað eftir aðilar komu inn með hugmyndir, þær voru metnar og í framhaldinu átt að fara að vinna samning og samstarf. Þannig það liggur ekkert fyrir til að kynna. Svo máli kært af öðrum aðila sem ekki fékk samningin, þessum sama aðila og var búin að vera með hugmyndir fyrir utan íþróttahúsið. Ástæðan fyrir því að það fer inn í ráðið að þetta spurningum hvort að ráðið vilji uppbyggingu á svæðinu og það káar ekkert upp á Vestmannaeyjabæ að því svo umhverfis- og skipulagsráð þurfti að fá vink frá ráðinu hvort að mætti gera lóðarna á íþróttasvæði. Það bara mjög eðlilegur ferill, það engin fjárhagsleg skuldbinding fyrir sveitarfélagið. Svo það náttúrulega líka annað að ég bara glöðu skildir minnast á það, bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson, að sú uppbygging sem partur af því sem var verið að auglýsa eftir tilboði það sama og búið að kynna fyrir ráðinu. Það viðbyggingin sem Þannig ráðið meðvitað, við erum ekkert komin eitt lengra sko. Og ferlið í rauninni ekki hafið. En við skulum vona það að okkur beri gæfa til að geta klárað þetta svona þokkalega í sátt og samlyndi af því þetta gríðarlega mikilvægt mál fyrir íbúa í Vestmannaeyjum og þetta skiptir miklu máli fyrir sveitarfélagið að þurfa ekki að fjárfesta í þessari byggingu að því nóg það nú samt sem liggur fyrir ef að við eigum að geta haldið í við þær kröfur og þær óskir sem á borðunum gagnvart uppbyggingu í bara innviðum hérna í Vestmannaeyjum. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúa, ég ætla bara að leggja áherslu á það sem að Íris var að nefna hérna áðan og rétt og mér þótti mjög ánægjulegt að það kom inn í ráðið í svona tíma. Það hugmyndir að uppbyggingu á íþróttamiðstöðinni, það sannlega viljum við veita sem allra besta íþróttaaðstöðu hérna í bænum og vera með sem hentugast og best skólahúsnæði ofan á hérna þá þjónustu sem að við viljum vera með fyrir íþróttafélögin og samanskapi þeir áfangar sem okkur eru sýndir í stækkun húsins og breyting á húsinu eru bara virkilega áhugaverðir og virkilega spennandi og ég hlakka bara til að sjá það svona hægt og rólega verða veruleika og aðstæðan verða ennþá betri og ég vil þá bara minnast á það að ég vil þakka bara starfsfólki bæjarins sem hefur verið og þeim sem hafa komið að því að vinna svona þá hugmyndavinnu því að hún mjög metnaðarfull og áhugaverð. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarsson, vilt þú tjá þig þetta mál? Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Já, það fagnaðarefni að við skulum vera komin með líkamsræktarsal í notkun núna strax í dag og það hafi ekki orðið meira þjónusturof. En talandi okkar bókun og viðbrögð meirihlutans og þá kannski bæjarstjóra Íris Róbersdóttir sem á það til að stökkva upp á nef sér þegar við bókum eitthvað að við sögðum aldrei að málið væri illa undirbúið í bæjarráði. Við sögðum eftir á að hyggja hefði kannski þurft að byrja fyrr út af þessari stöðu sem komin upp og það var ekkert í okkar bókun sem bauð upp á það að væri einhver tortryggni við þennan tímabundna samning. Í bókun okkar fögnuðum við tímabundna samningi við Laugar. Þannig að þú eitthvað lesið eða hlustað vitlaust og misskilið tónin okkar. En varðandi þetta, það sem við tölum hlutlausan aðila, þá erum við auðvitað að tala það í fullkomnum heimi hefði eflaust úr því að kærumál í gangi þá hefði verið eflaust þægilegast og auðveldast ef það hefði verið tilbúin hlutlaus aðili til að sjá líkamsræktarsalinn á þessu tímabili. Það ekki, þú veist, en auðvitað það eins og bæjarstjóri Íris Róbersdóttir sagði, menn hrista ekki tæki í einn líkamsræktarsal fram úr erminni á örfáum dögum eða vikum og þetta var bara frábær niðurstaða að þetta skildi vera hægt og það var búið að koma fram í öllu útboðsferlinu að Laugar voru tilbúnir með
að starta líkamsræktarsalnum strax í byrjun júní, en hinn útboðsaðilinn var ekki tilbúin til þess út af því að þau tæki voru ekki til og þurfti að panta þau og það langur afgreiðslufrestur á þessum búnaði. Og núverandi rekstraraðilar Hressó voru ekki tilbúnir að reka salinn lengur en samningur gekk út á. En með þessu orðum ætla ég að ljúka umræðum líkamsræktarsalinn. Takk. Takk fyrir þetta. Njáll Ragnarsson, kjörsvall. Forseti, það sést mér sennilega ekki utan á mér, en það eru sirka 14 ár frá því ég steig síðast inn í líkamsrækt. Þannig að ég veit ekki hvað er góður aðbúnaður eða slæmur aðbúnaður, svo það sé sagt. En það sem ég er bara ánægður með er að það hafi ekki orðið rof í þessari þjónustu og að það mál sem nú er til vinnslu hjá einhverjum kærunefndum, að það fer bara sína leið án þess að það komi til þess að það verði biðað töf á því að það sé opnaður hérna líkamsræktarsalur fyrir þá sem að hafa gaman að því að sprikla innanhús við slíka iðju. Ég ætla að loka þessari umræðu fyrir mitt leyti og okkar með eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Uppbygging mannvirkja við Íþróttamiðstöð Vestmannaeyjabæjar er heilsurækt. Undir heilsurækt er fjárfesting í fastafjármunum og því eðlilegu ferill málsins að bæjarráð annist meðferð þess. Í framhaldinu eftir að verður búið að vinna samning þá mun það fara inn til fagráðsins til kynningar. Meirihluti Hálistar fagnar því að ekki hafi orðið mikið rof á þjónustu við líkamsræktarsalinn í Vestmannaeyjum og nú séu komin ný tæki fyrir bæjarbúa til að nota. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Liður 9.1 í þess umræddri fundargerð bæjarráðs liggur fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 10. dagskrármálið framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 322. Liður 10.1 samgönguáætlun 2026 til 2030 liggur fyrir til umræðu. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Nú liggja fyrir þær umsóknir sem að Vestmannaeyjahöfn sendir á vegagerðina vegna samgönguáætlunar 2026-2030. Það verður að segjast eins og að maður hefði viljað sjá okkur vera komin lengra í nokkrum verkefnum sem hafa verið í umræðinni lengi við höfnina. En fyrir því liggja auðvitað margar og misjafnar ástæður. Rekstur hafnarinnar er fjárfrekur og miðað við möguleikana sem eru til staðar þá liggur fyrir að ekki verður farið í öll verkefni nema á löngum tíma. Stytting Hörgeyragarðs 40 metra er eitt fyrsta verkefni 2026 og ég hef lýst áður skoðun minni á að við hefðum eða ættum að taka mun stærri hluta garðsins til að gera innsiglinguna enn betri, en 40 metrar er betra en ekkert. Gjábakki verður kláraður 2026 og ný þil þar með komin á þann bryggjukant sem liggur framan við Netavestaðinn með mögulegan kant til að þjónusta ró-ró-skipin. Þetta er mikil framför. Stórskipakantur út af Eiðinu hefur verið fyrsti kostur lengi hjá okkur flestum eflaust, en hár kostnaður hefur hindrað framgang þessa framkvæmdar. Ég átta mig ekki á því hver kostnaðaraukinn verður mikill ef þyrfti að sækja stórgrýti upp á fastalandið, en vonandi gefa rannsóknir hér á heima í okkur góða niðurstöður sem gerir framkvæmdina líklegri til að verða veruleika. Naustamarsbryggjan hefur legið fyrir lengi og ég hélt að samþykki vegagerðarinnar lægi fyrir. Nú hefur þeirri framkvæmd verið frestað til 2029 og verið að sækja aftur í samgönguáætlun, en eflaust þarf að gera það út af því að það var skipt á verkefnum og farið í Gjábakkann og farið til peningar og væntanlega ég skil það þannig að þurfi þá að sækjum aftur eftir því sem ég hef spurnir af.
Ég hefði aldrei, já, það þyrfti að sækja þetta aftur, en svo framkvæmd örugglega ódýrasti kosturinn til að auka lengd viðlegukanta innan hafnar. Kleifar eru svo síðastar á þessum lista, en tækifærin eru líklega stærst á þeim kanti, þegar við fáum samfelldan legukant frá Gjábakka og alla leið út í Hörgæragarð. Með þessum orðum lýk ég þessari samantekt eftir lestur fundagerðarinnar úr framkvæmda og hafnaráði. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri tjá sig þetta mál? Íris Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni. Ég myndi gjarna vilja að öll þessi verkefni væri komið miklu lengra og ég hefði bara vilja vera að taka við stórskipakanti 2016. Það var að fara á stað með þá vinnu bara 2008-09 og þetta auðvitað snýr að því að við þurfum að fá samþykki fyrir öllum framkvæmdum í gegnum Hafnabótasjóð. En það þannig að ekkert í rauninni sem að þarna inni fyrir utan Gjábakkan í rauninni samþykkt. Það engin samgönguáætlun í gildi núna, þeir hafa ekki samþykkt hann í nokkur ár. En auðvitað verið að vinna eftir ákveðnum verkefnum, sérstaklega gagnvart höfninni og þeir fá svona frá ári til árs. En ég held að bara í ljósi þess að eyðið komið inn, að þá hefur naustið verið fært aftar. En mér skilst nú samt, og það var skipt náttúrulega á Gjábakkan, það alveg rétt hjá þér. En mér skilst nú samt að það sé mikil skilningur hjá því Vegagerðinni fyrir Nausthamrinu. Þannig ég vona bara að það fari allt inn á áætlunina. Af því þetta eru óskirnar frá framkvæmda hafnaráði og svo spurning hvað kemst inn í áætlunina. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Liðir 10.2 til 10.4 í þessari fundagerð liggja fyrir til upplýsingar. Loks tekið fyrir 11. mál á dagskrá, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 317, það liggur liður 11.1 fyrir til upplýsinga. Þá dagskrá þessa fundar tæmt og til næsta fundar verður boðað miðvikudaginn 2. júlí og verður það síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarhlé. Fundinum slitið.